Verið hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn. Í kvöld ætlum við að spjalla lestur og leikhús og tónlist og Akureyrarveikina og ýmislegt fleira. En ég ætla að byrja á því að bjóða velkomin í sófann til mín leikaraparið Dundu og Einar. Hjartanlega velkomin. Takk. Eða á ég að segja Anna Gunndís Guðmundsdóttir. annarkvort það eða bara Dunda. Já, Ekki Dunda Guðmundsdóttir. Nei, ekki Dunda Ekki blanda þessu saman. Nei. Þetta er annarkvort eða. Já. Þið eruð hérna Akureyringum á góðu kunn. Þið voruð hérna að leika bara fyrir, hvað, voru við að telja 5 ár síðan? 5 ár síðan, já. Já. Nú eruð komin aftur, en ekki að leika. Einar, hvað varst þú að gera af þér hérna? Ég var að leikstjóra menntaskólanum á Akureyri. Já. Lofstar. Já. Sýningar í gangi núna. Fullu fjöri. Frumsýndu bara síðustu helgi. Já. Og það eru ráðgerðar 3 sýningar þessa helgi eða eitthvað? Jú, það var sýning í gær, það er sýning í kvöld og svo er sýning á sunnudaginn. Og þá er það búið. Það er svolítið snarpur sýningatími. Já, þetta er hof, sko, Já. það er svo stór salur að það þarf að fylla þetta. Já. Og það er 500 manna salur, En það er allir að missa sig yfir þessu. Mér heyrist það. Ég var með á sunnudaginn og ég get varla beðið. Það hefur verið allt verið að ganga upp. Vonandi verður bætt við, sko. Já. Já, ef að fólk Ef við tekur náum að við fylla, sér já. og fyllir þessar 3 sýningar þá er möguleiki að bætist við. Absolutt. Segðu okkur aðeins Lofstar. Einhverju hafa lesið bókina, þetta er bókin eftir Andra Snæ. Þetta er svona einhver framtíðar. Þetta er í svona óræðri framtíð. Þetta er svona hátækni samfélag sem gerist hérna í Öxnadalnum. Bara í nágrenninu við okkur. Já, bara hérna við hliðina á. Og það er þessi forstjóri fyrirtækisins Lofstar sem er orðið svona alþjóðlegt tæknifyrirtæki sem er, þetta fyrirtæki hefur markaðsett dauðann, fundið upp á einhverjum reikniformúlum til að svona koma ástinni svona í eitthvað svona fast form og ég má ekki segja mikið, sko, ég er að passa mig á mikið núna. Já. En svo gerist það að hún uppgötar eina nýja risauppgötun sem gæti leitt hana nærri almættinu. Og þetta eru krakkar í menntaskóla að glíma við, bara að sé svona. Já. Var þetta aldrei spurning? Jú, við þegar við vorum að velja þá settum við upp nokkur á blað, nokkur verk sem við vildum kíkja á. Og hvað var til þessi völdu Lofstar? Það var bara spennandi. Þetta er skemmtileg bók, þetta á rosalega vel við í dag. Þetta er það hefur verið tekið á, áhrifavöldum og dóti sem, þetta var skrifað 2002, þannig að þetta er, hann er að spá fyrir alls konar hluti. Þannig að þetta er dálítið á mjög vel við í dag. Og þið bættu við hvað? Tónlist líka í verkið? Já, þetta er orðið svona leikrit með lögum. Já. Semisönglegur. Og hverjir samdu þau lög? Það eru bara lög sem við fundum og sem hópurinn fann og tónlistarstjórinn okkar unna. Og Einar samdi textana. Já. Ég skrifaði textana. Vel gert. Já. Þú ert búin að sjá Dunda, kannski oftar en einu sinni? Já, sko, við eigum eins og gamalt barn, þannig að ég sá alltaf bara fyrri hlutan þegar, svona á æfingum. Ég skil. En ég sá seinni hlutan einu sinni. Já. Og en já, ég er búin að sjá mikið og lesa mikið og svona, fá aðeins fylgjast með. Frábært. Dunda, þú ert búin að gera eitthvað meir en bara eiga barn síðan þú varst á Akureyri síðast. Þú varst í kvikmyndagerðarnámi í New York. Þið fóruð saman þangað, er það ekki? Jú. Segðu okkur aðeins frá því. Já, ég var, þetta er New York University og ég tók master í handrit og leikstjórn og er að klára núna. Þetta er 5 ára nám, 3 ár í skólanum og svo hef ég 2 ár til að klára svona lokaverkefni. Já. Og ég bara fór út í maí í Köflin. Til að útskrifast? Já, kasta Já, með dótið á hausnum. Já. Alla leið, once in a lifetime. Já. Þannig að við bara verðum að fara. Já. Þannig við bara komum svo heim bara, urðum randomly ólétt og basically bara svona ákváðum á 30 sekúndum og svona, þetta kannski, við ætlum að fara að flytja til Kaliforníu og bara vera í ruglinu, en maður kannski gerir það ekki þannilega með barn. Já, til að eiga barnið og svo ætlum við að sjá bara til hvað við gerum. Þannig að framtíðin ykkar er kannski bara svona pínu óráðin núna? Já, maður eiginlega bara svona, við vinnum þannig vinnu að við erum bæði svolítið svona verkefna, við gerum ekki langtímaplön og það bara svona, við svolítið eltum og svona óvænt hefur komið svo mikið að handritaskrifum til mín. Já. Sem hendar núna, sko, en mér langar svo mikið að búa til mín eigin verkefni og ég er að framleiða, eða þróa myndifyllir lengt og svona Eigið handrit þá? Já. Og sjónvarpsþætti sem ég langar að gera sem er svona
Þú hefur gert svona eina í skólanum svona styttri mynd, ekki Já, satt? það er svona, mér langar að færa mig frekar í svona lengra form og mér finnst ég einhvern veginn bara, tilbúin í það. Það er frábært. Það er mikið í gangi, gróska og konur eru svona að stíga sterkar inn í þennan heim, þannig að þetta er bara mjög spennandi. Mér langar ekkert að vera kvenleikstjóri, ég ætla bara að vera leikstjóri. Þú ætlar að vera leikstjóri? Já, og það er einmitt svona akkurat tími núna sem er bara... Segja sögurnar sem þið langar að segja. Já. En þú lékst líka í einni alveg svakalegri mynd á tímabilinu, er það ekki? Já, Ég man þig var frumsýnd bara í fyrra. Það var svakalega sterk mynd. Já. Og hvernig gekk að leika þarna í þessum kulda vestur á fjörðum? Þetta er náttúrulega hún lúkkar náttúrulega rosalega vel. Já. Og við vorum í viku á Vestfjörðum í tökum á Hesteyri og það þorir líklegast enginn að fara þangað aftur eftir að sé þessa mynd. Nei, bara ekkert fyrsta. En að vera þar var alveg magnað. Þetta var fyrsta vikan sem við vorum í tökum og það er ekki rafmagn, það er ekki, það er engin bílar, það var bara hjólbörur til þess að flytja tæki og svo bara stóðum við við línu og bárum töskur og bát og svona. Það hefur kannski svona aðeins frumstæðari skilyrði kannski. Já, ég fór út að hlaupa einn morgunum með svona headlight af því að það var ekkert ljós og sá svo bara augu koma móti mér og þá var það bara refir. Og ég bara svona hljóp inn en þeir vorum alltaf að gefa það með geta. Þeir eru náttúrulega friðaðir hérna á Vestfjörðum og mikið af þeim. Já, og þeir næstuði bara átugur lófanum á okkur, sko. Þannig að það var yndislegt, sko. En það hefur engin verið þarna þessum tíma, vorum við í nóvember. Og yfirleitt fólk er bara þarna hásumarið. Þannig að þetta var ótrúlega svona, góði tími, sko. Og hún heppið með veður og það var ekki alveg komin svona myrkur vetur, sko. Og ekki mikill snjór heldur, þannig að það var bara geggjað. Þetta var ansi geggjuð mynd. Varstu ekkert hræddur hana þarna? Ég bara, Vissi ekkert af þessu? Ég vissi náttúrulega ekkert af þessu, sko. Af því það var ekkert símasamband eða rafmagn, þannig að ég heyrði náttúrulega ekki neitt, sko. Þannig að ég gerði bara ráð fyrir að vera allt í lagi með hann, sko. Já, það var eitt svona punktur í glugga í einu húsi þar sem var smá signal, annars var ekki símasamband. En það er líka geggjað, þá bara einhvern veginn var maður bara saman með krúinu og einhvern veginn Þéttist bara Já, ræðislegt. Skilaði sér örugglega bara í myndina. Já, alveg pottþétt. Einn fróðleiksmóli, þið kynntust á sviðinu hérna á Akureyri, ekki satt? Heldur betur. Við kynntust á sviði samkomuhússins. Já. 2011. Já. Og var það bara í kossi sem var fyrirskrifaður í handrit þá eða? Sko, ég var alltaf að kissa hann. Hún var að kissa mig í handriti. Og honum fannst það mjög óþægilegt. Já, kannski óþægilegt, þetta var svona bara, þú veist, það var bara hluti af einhvern veginn. En honum fannst ég svo sæt, sko. Þannig að það var kannski það sem var svona, hann var svona, ég veit ekki hvað að gera, eitthvað. Og nú er hún bara algjörlega að búa til einhver svona rómantíska sögu, sko. En þetta er samt svolítið skemmtilegt og rómantískt upp á einhverju kynni. En fyrir kynjarprufuna þá bara svona ljósir niður og það kissir eina mig og svo bara þurftum við að leika alla sýninguna. Alveg óvart. Þetta gerist ekki öllu rómantískara. En svo kynnumst við líka. Við kynntumst líka á sviðinu á samkomuhúsinu. Þá varst þú bara 15 ára, sterkt og skott. Og ég lék örugglega, systur þína, Þroskahefta. Já, það er eftirminnilegt. Já. Mikið var gaman að fá okkur í sófann. Gangi ykkur svakalega vel. Erum við búin? Þetta er bara komið. Eitthvað sem þú vilt bæta við? Lofstar. Kaupa með núna. Kaupa núna. Þetta er svo fljótt að klárast. Ég veit það. Það er í rauninni bara sýning kvöld sem að fólk væntanlega missir af þegar þess horfir á þannig þá. Og svo er bara sunnudagur. Það er ekki á laugardag? Nei, sunnudag. Og við erum búin að fá geggjaða viðtökur og þið verðið að mæta. Já. Allir að mæta. Kærar þakkir fyrir komuna og staldrið við því að hér á eftir ætlum við að fjalla og fræðast Akureyrarveikina.